Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin í þáttinn til mín. Fyrir ekkert svo löngu síðan þá sá ég auglýsingu á Facebook þar sem verið var að auglýsa einhverja brotta á stafi og þó það sé ekki snjór og hálka núna, þá var ég samt forvitin að vita hvað þetta væri. Svo ég hafði samband við hana Unni í Mobility, velkomin Unnur, Takk hérlega fyrir. og hún ætlar aðeins að skýra þetta fyrir okkur. Hvað eru þessi brottar sem þið voruð að auglýsa? Þessi broddar sem að þú sást eru þessi hér Já, og þeir ganga sem sagt niður á stafi, já, göngustafi já, eða hækjur. já, Þannig að þegar það frábært. er snjór úti Já, eða einmitt hálka já, og við séum að eiga einstaklega rauðan desember núna, já, þá bara klípum maður þessum tveim pinnum saman já. og skelli þessum undir En og þá frábært, ertu í betri málum í heldur, snjónum. heldur betur, heldur betur. Mhm. Þetta er æðislega sniðut og svo er náttúrulega bara hægt að þá að lifta því upp þegar maður fer inn í búð eða eitthvað þess að það, Nákvæmlega. Þannig að þú getur bara haft það á svona yfir vetrartíma. já, Svo bara eitt og í svo er einu það bara, handtaki. já, já. Já, Og er ekki, er auðvelt að sitja þetta á stafinu? já, það er mjög auðvelt. Það er bara tvær skrúur og þetta er svona stjörnuskrúját sem er til á flestum Já, heimilum. á flestum heimilum, já. Já. Það er hérna, já, já, það er já en þá fyrsta stjórnarskruðarnir sem ég egnaðist, þegar ég var Já, bara er það eitthvað ekki. rétt í kringu tvítut, held ég. Þannig að það Og svo geymast, líka hérna fyrir þá sem að, hérna eru til dæmis með náttblindu já, og það er líka hægt að fá staf, nei, ljós á stafinn. já, en sniðugt. Þetta er Mhm. æðislega. Já, Og er hægt að nota það, er það laust, er þetta að klemma það? já, það er bara laust. Þannig að þú kaupir bara ljósið sér Já, og passar á flesta gerðir á stöfum en eða það er hyggjum. hægt að nota það á fleiri hluti. Já, jafnvel göngugrindu líka. Já, sniðugt. Mhm. Mjög frábært. Heyrðu, þetta er náttúrulega svona praktískar, góðar jólagjafir fyrir þá sem eiga allt. Já, algjörlega, ekki spurning. En býrði yfir einhverju fleiri svona snjalltækjum? Sko, fyrst að við erum að tala um stafina og fyrir þá sem eiga allt og eiga jafnvel staf, Já, þá finnst mér alltaf svolítið skemmtilegt að eiga einhvern veginn svona minnstraðan staf já. eða sparistaf. Mm. Þá erum við með nokkra fallega með minnstrum sem eru svona samabrjótalegir Þetta er náttúrulega og algjör snið. svo bara sleppum orðnum og þá smellur hann saman. Hann er Þetta er hækkanlegur. æði. Og þessi er svona eins og silfrið jólakúla. Já, já, hann er hérna, jú, hann er svona gilt jólakúla, Það gilti myndi ég jólakúla. segja. Ok, Gilt það jólakúla, virkar já. svo pínusilva þegar ég horfa á það. Já. Já, já, En þetta er akkurat. frábært. Já, ertu með Mhm. í svona fleiri litum eða? Já, við erum með nokkra liti sem að Já. hérna bæði bláa, blóma og já, Þannig það er hægt það að er eiga svo svona skemmtilegt. elegant staf. Já, það er það, sko. Frábært alveg hreint. Yndislegt. Mhm. Eitthvað fleira sem þú lumar á? Sem að ég luma á, sko, þá getum við kannski kíkt á hljóðmagnarna sem hafa alveg verið geysilega vinsælir hjá okkur. Já, Sérstaklega ef maður er að fara í jólabúðin og allt þetta. Fyrir kannski fólk sem er farið að missa heyrn, er kannski ekki alveg komið að staðin að fara í svona dýru heyrnatækin, já. að þá er þetta bara litlir hljóðmagnarar sem að stilli sjálfur. Við höfum komið í svona dokk eins og AirPods Já, og eru bara alveg þrælsniður. og svo bara hlaðinir á milli með, hérna, Já, hliður í dokkunni bara. já, Mhm. Og ýmsir tappar í boði og við hjálpum við að stilla og já, er fjárstýring á þeim eða eitthvað svo leis? það er ekki fjárstýring, Nei, nei, maður bara, þetta er svona að gamla mátanum svo að segir, og það er einmitt talað um skrújat, pínulítið já, skrújat já, til þess að hækka og lækka já, og þá getur þú alveg bara stillt það að þínu eyra og getunni á herdinni, sko. já, frábært. Mhm. Þetta Og ekki, þetta ekki, sá ég þetta ekki að þetta væri á einhverju tilboði? jú, þau eru einmitt á tilboði núna, bara á meðan byrðir endast. Já, Þessi hérna hvítu eru á tæp 21.000 já,
og svo erum við líka með Bluetooth fyrir Já, já, símalínur. já, Mhm. snilt, Já. algjör snilt. Mhm. Þetta eru flotti pakkar, getur flotti pakkar undir hvaða jóladrið sem er. Já, Eh, já, einmitt og það er svona fyrir fólk sem að, já, já, ég veit ekki alveg hvernig var þetta. Nei, ég var að segja sko, fyrir pappa og mömmu og af og ömmu þá vantar Já, oft hugmyndir, skilur hvað á að gefa þeim og eitthvað þess og þetta er náttúrulega bara mhm, svo praktísk og nýtsamlegar gjafir sko. já, og það er smá feimnismál stundum að geta ekki tekið þátt í umræðunum ef þetta er í, þú veist, ef þetta er í hópi, einmitt í jólabúðunum, í fermingaverslunum og svoleiðis. Ef Já, þú sérð einhvern sem er svona virðist vera bara ekki taka þátt eða einangra sig, þá gæti það oft verið heyrnin. já, ég veit að ég sé Já, þetta hjá fólki sem er að fara já, að missa heyrn. Já, já, einmitt. Þannig að það er núna meitt margir að koma inn og eru að undirbúa sig fyrir veislunar, sko. já, ég skil, já. Mhm. Já, frábært, bara frábært að það skuli vera til svona einfalt tæki sem getur hjálpað. Já, nákvæmlega. Þetta er snild, en er þetta eitthvað um Mhm. fleira? Já, við erum með þessa einföldu festringu. Lítur Ok, kannski ok, ekki út fyrir að vera mikið. nei, Það eru bara á henni 5 hnappar. já, Hver þekki ekki vera með sko 3 fjarstýringar, einn fyrir afruglarann og hinn fyrir sjónvarpið og hinn fyrir hljóðið já, og já, og svo kannski einmitt fyrir eldra fólk sem er ekki alveg átt að segja á þessum hnöppum og þarf bara að geta skipt um rás og hækka og lækka, já. þá er þetta málið. Og saminast þetta bara öllum tækjunum? Maður bara í rauninni yfir tekur fjarstýringu. Þannig Já, að það fylgja með leiðbeiningar og það já, bara svona skipturu frá flóknu takkafesteringunni já. og yfir í þessa einfaldari. Og er þetta bara að skipta um rásir og hækklakka eða eitthvað svoleiðis? Já, slökkva, skiptum rásir, hækka og lækka. Svo reyndar er einn mute takki líka. Já, þannig þegar okkur Þetta er leiðist svona, þá getum við ítt á hann. já, Eða nákvæmlega. sem ég ringir eða eitthvað, já, það er líka Já, frábært. Það er gott að vita það, já, það er já. aðeins. Þetta er náttúrulega Mhm, mjög handægt. Ég er náttúrulega, ég er ekki með sjónvarp, þannig að ég slepp við þessar flóknu fjárstýringar, en ég mhm. rugglaðist á öllu þessu, eins og þú segir, hvað var hljóðið og hvað var stöðvarnar og eitthvað þess aftar. Þannig að ég skil alveg að fólk sem er ekki takavant að það þurfi á svona einföldum fjárstýringum að halda. Og jafnvel þeir sem að eiga að vera að taka vanir sko. Já, Vist, já, ég ólst upp, ég fekk að alast upp með tækninni, þannig ég fór í gegn já, svona mesti tæknistökkin, já. en ég er alveg bara, ég skil ekki upp eða niður þegar kemur að festingum. Já, það geta verið ansið flóknar, það geta Ég verið ansið veit að hann flóknar, já. já. Það er alveg. Þannig að það er hægt að rúlla við hjá ykkur fyrir því Mhm. fyrir Urriholtsstrætinu, Já, Urriðaholtsstræti 24. já, sem er í hverfinu á móti IKEA. Það er fyrir ofan IKEA og Já, Costco og þar. já, já. Ég sé alltaf á Mhm. móti IKEA því að þú þá beir til, í stað fyrir að keyra svo sem Já, það beir til vinstri til þess að fara upp ég eftir. skil þig. Já, Já, jú, það það er svona má vera aðeins. þannig. Maður þarf alltaf að tengja við eitthvað til þess að fá Mhm. staðsetningu fyrir fólk. Það er Algjörlega. alveg meira átt. Það er eitt enn sem ég held þú sért með, Já. svona hitapoki. Mhm. Það er nefnilega fyrir það sem að fá vöðvabólgu eða bara almenna verki, úrverki, mjóbaksverkir á meðgöngu, eitthvað svoleiðis. Já, Þá erum við með þennan grjónapúða en trixið við þannan að hann er ekki fylltur með hrísgrjónum eins og tíðkast, heldur með já. hveiti. Og er þetta þá hveiti fræ? Já, það er hveitifræ. Það kemur svolítið sérstök lykt þegar maður hitar hrísgrjónin, hvort sem það er í örbylgju eða í ofni Svona og pínlítar sem það að er sé ekki, sjóðaðu. já, pínulítið sért að sjóða þau, pínulítið sért að brenna þau og það eru bara ekkert allir hrifnir að einhverju huggulega stund með soðnum hrísgrjónum, sko. Nei. Og Já,
Já, já, Og ég þá skil. kemur þessi til greina, þetta er sænsk hönnun Já, og já, ég allavega, þegar ég var ólétt, þá var ég með svo mikla mjóbaksverki já. og þá skellti ég þessu inn í öbban og laði þetta yfir mig, lá á hlið, laði þetta yfir mig með til þess að ná að sofna. Og Það er svo, ég bara, ég ætla hann að var fá að besti skjóta, vinur minn, sko. já, ég ætla að fá að skjóta einu inn í sambandi við Já, svona hitapúða vegna þess að mm, ég hef stundum verið fótköld og ég já, ger mig greið fyrir það eru margir sem á mínum aldri sem eru það og það sem ég mhm, geri er ég, þú veist, í mm, gamla daga eins og til dæmis í Bretlandi það voru svona pönnur sérstakar sem voru sett í kól til að hita rúmin áður en fólki já, laðist upp í. já, Ég hita pokan minn mm, sem er ekki með hrísgrónum og mm. ég sit hann í rúmið svona kortir áður en ég fer að sofa Ah, sérstaklega til fóta og þá er það svæði orðið heitt. ó, það hljóma notaleg. Já, og þannig og í rauninni sko bæði dýnan og sængina því ég stilliði þannig að Mm, það er hægt að nota þetta á miklu fleiri máta heldur en bara akkurat til að setja við bakið eða líkamann eða eitthvað þess að það. Svo náttúrulega bara mm, rosalega kósi þegar að það er orðið heitt fyrir fætuna þá dreig ég bara hitapokkan upp og setja hann á kviðin eða mhm. axlirnar eða eitthvað. Það er mjög sniðugt. Já, nota restina af hitanum í það sko. Einmitt. Þannig að ég held að fólk getur fundið mjög flotta jólapakka hjá þér. Já, allavega nýtsamlega, svona, Nytsamleg. Já, maður vill huga að heilsu fólks og já, vellíðan og, já. Ég bara, mhm. minnst það bara æðislegt. Ég ætla bara að segja, takk æðislega fyrir að skýra Já, sérstaklega þetta með broddana. mhm. Því ég var svona býttu, hvernig er þetta hægt? En það er allt hægt. Já, það er Heyrðu, alltaf. bara takk æðislega fyrir. Já, sjálfsagt vel og gleðilega hátíð. Já, sömuleiðis gleðilega hátíð.